Komið sæl, Anna María heiti ég og ég held úti vefsíðuna korsen.is. Hún heitir Korsen af því ég heiti Korsen og ég er líka Korsen á Twitter. Fyrst ég nú ber þetta nafn eins gott að ég noti það í eitthvað. Ég er starfandi kennsluráðgjafi í vetur í Hörðuvallaskóla, er í leyfi frá Hólabrekkuskóla þar sem ég er kennari og verkefnastjóri. Ég byrjaði að blogga og halda úti þessari vefsíðu í júní eftir ég ákvað að ég ætlaði að skipta starfsumhverfi. Og í staðan fyrir að vera að vista allt á svæðinu hjá Reykjavíkurborg og svo færa allt yfir á svæði hjá Kópavogi, þá ákvað ég að stofna þessa síðu og ég vildi hafa stað þar sem efni mitt var aðgengilegt alltaf og fyrir alla. Síðan hefur sanna gildi sitt af því að ég hef til dæmis alltaf aðgang á öllu efni sem að mig vantar. Ég nota þetta mjög mikið þegar ég er að búa til matskvarða. En þetta eru hæfniviðmiðin í öllum þessum 10 fögum sem nemendur fá metin við lok 10. bekkjar. Og svo er síðan bara opin hverjum sem er, þannig að aðrir geta og hafa nýtt sér efnið þarna inni, sem að mér finnst alveg frábært. Ég blogga líka, ekki síst vegna þess að ég er í mastersnámi og svo segi ég þar nánar frá ýmsu sem að við erum að gera eða ég er að gera með kennurum og nemendum. Ég vil deila sem flestu, enda mikil talsmaður þess að það þurfi til að einhver skólaþróun eigi sér stað. Það gengur ekki að við séum öll að finna pjóli hvert í sínu horni. En svo ég sjáu þá er þarna snillsmiðja. Ég tilheyri hóp sem kallar sig Vexa og það eru 7 konur sem hafa það að markmiði að koma á makerspace menningu á Íslandi og í grunnskólum. Þannig að í Hólabrekkuskóla var ég síðasta vetur með snillismiðju. Ég þýddi þetta orð makerspace sem snillismiðja og ég er að opna aðra þannig í Hörðuvallaskóla núna. Ástæðan fyrir því ég held áfram er náttúrulega þetta að síðan hefur alveg sanna gildi sitt og er mikil tímaspartnaður fyrir mig að hafa hana. Ég er í tímabundnu starfi og vil hafa svæði þar sem ég er óháð öðru en bara sjálfur mér til að halda utan um upplýsingarnar. Og ég vil endilega deila þessu með ykkur þannig að njóti bara og gangi ykkur vel.